Já, í loka vídeóið í Harmageddon í dag, miðvikudaginn 10. september, það einhver besta greining sem ég hef séð á stóra Snorra Más málinu síðustu viku. Og þetta Twitter-reikningur, Twitter-account eða X-account sem að kalla sig Kuldi. Hann einn af þessum nafnlausu. Hann að koma fram með svo ótrúlega margt, einhvern veginn alveg sem beint í mark. Og ég veit ekki hvort að þetta sé röddin hans sem að tala um myndbandið, en allavega sá einstaklingur sem að stendur að baki þessa reiknings, hann bara snilldar greinandi og hann afgreiddur auðvitað af nasistaviðurunum og öllum sem einhver svona nasisti á netinu og botti eða eitthvað. En hlustum á þetta 3 mínúta myndband, förum yfir hvað hann að segja og þetta svo algjörlega hárbeitt beint í mark. Másson, þingmaður Miðflokksins, mætti Kastljós til að ræða við Þorbjörgu Þorvaldsdóttur úr samtökunum 78. Umræðuefnið var meint bakslag í réttindabaráttu hinsegin fólks. En Snorri gerði eitthvað sem alls ekki má gera. Hann setti spurningamerki við eitthvað sem hefur grafið sig, að það séu fleiri en 2 kyn og hvort líffræðilegir karlar eigi erindi í kvennaklefa og að allt sem fellur ekki að þessari línu sé sjálfkrafa skilgreint sem fordómar. Hann sagði einfaldlega, þetta ekki náttúru lögmál, þetta hugmyndafræði. Viðbrögðin voru afhjúpandi. Bara þetta dugði til þess að kerfið reis á afturlappirnar og svo byrjuðu ofsóknirnar. Strax voru ráðherrar mættir til að kalla hann geltandi kjána. Dagur B. talar að Snorri sé að flytja inn ameríska umræðu og lýsir honum sem vælandi fífli. Borgarstjórnarflokkur Framsóknar lagði fram tillögum að formlega fordæma hann og sagði að fólk með slíkar skoðanir ætti ekkert erindi í stjórnmál. Meira að segja biskup Íslands tók sér hlé frá því að gera TikTok-dansa og gagnrýndi RÚV fyrir að hafa hleypt umræðuna yfir höfuð. Hún náði nýju lágmarki þegar hún tengdi það að spyrja spurninga í Kastljósi við sjálfsvíg. Alltaf smekklegt að vopnavæða sjálfsvíg til að banna umræðu. Þetta ekki lengur bara gagnrýni á málflutning Snorra. Þetta kerfið að senda skilaboð. Fyrst hann niðurlægður, svo þetta tengt við börn, sjálfsvíg og viðkvæma hópa, svo hægt sé að nota siðferðislega vinkilinn. Og í lokin beinlínis sagt, þessi maður á ekki heima í stjórnmálum. Þú mátt ekki efast, þú mátt ekki spyrja og ef þú gerir það, verður þú útskúfaður. Svo stíga siðferðispostularnir fram. Fólk eins og Sema Erla Serðugla, sem eitt sinn kallaði Sigmund Davíð bókstaflega nasista opinberlega og hélt að það væri rök. Og fólk eins og Sóley Tómasdóttir, sem hefur áður predikað að gagnrýni á feminista sé samsæri búið til af feðraveldinu. Þetta fólk á ekki vera að gefa álit, þá að leita sér aðstoðar. Þetta ofstækið sem Snorri að fást við. Þeir segja að þetta snúist mannréttindi, en sannleikurinn sá að þetta snýst ekki einu sinni transfólk. Þetta snýst að Snorri braut tabú. Hann sagði að þessi hreyfing væri hugmyndafræði, ekki náttúru lögmál. Og viðbrögðin sanna nákvæmlega að hann hafði rétt fyrir sér. Þegar öll valdastéttin stekkur upp í loftið og reynir að útskúfa einn mann fyrir það eitt að spyrja spurninga, þá ekki lengur verið að ræða hugmyndir. Við erum að tala trúarofsóknir og sá sem efast þær dreginn að stafræna bálinu og látin loga fyrir allra augum. Ok, frábært vídeo eða hvað? Hvað gaur þetta? Sko, þessi rödd ekki einhver AI-rödd. Þetta bara röddin hans. Þetta rödd. Hljómar ungur. Þetta rödd einhvers huldumanns sem með svona frábæra greiningar. Þetta ekki fyrsta frábæra myndbandi sem hann gerir. Og það veit enginn hver hann en hann alveg spot on með þetta. Framleiðir þetta heima í svefnherberginu sínu, ég veit ekki hvar, en þetta bara með því betra sem ég séð Snorra Másson málið. Já. Algjörlega beint í mark. Og þannig sem sagt, allir þeir sem koma að þessu að fordæma einn mann og ráðast á honum eins og snjóflóð hafa vonandi átt að sjá því eða eiga eftir átt að sjá því einhvern veginn að hafa tekið þátt í þessu verið þeim til mikillar minnkunar algjörlega því að þó að Snorri
hann viðurkennir að hann hefði kannski verið smá framígripu og eitthvað sem eðlilegt þegar þú ert í debatti og það nú eitthvað sem dró fram myndband af Einari Þorsteinsinni í sjónvarpssal þar sem hann var alltaf að grípa fram í sjálfur sko, en nógum það, ég meina að þó að hann hafi gripið eitthvað fram í einhverju debatti þá kom hann samt fram af virðingu þarna og talaði af hófsemi og hann var bara mjög svona, svona eðlilegar spurningar og þessi ótrúlega reiði ofsabylgja sem að ringdi á honum var algjörlega úr takti við tilefnið, algjörlega og þeim öllum sem hann tóku þátt og stáði þessu knúna til þess að stíga fram á ritvöllin og skrifa enn eitt statusin hversu mikill viðbjóður Snorri Másson hafið þeir allir mikla skömm fyrir, ég að segja. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullir lengt þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.